Ég vil fyrst byrja á því að þakka Reykjavíkur að ungmenna fyrir þennan möguleika að við fáum að hitta ykkur hér. Ég held að það skipti mjög miklu máli. Ég mun reyna að haga mínu máli þannig að ég mun reyna að fara svolítið gegnum spurningarnar sem við fengum hérna áðan og reyna að svara því svolítið í ræðunni eða ávarpinu. Það var spurt það hvernig við forsetaframbjóðendurnir gætum aukið áhuga ungmenna á þjóðfélagsumræðunni og stjórnmálum yfir höfuð. Veistu, ég veit ekki alveg hvernig maður getur gert þetta. Það er búið minnast á það hérna, við getum verið með fundi, vissulega getum verið fundi. Margir af frambjóðendunum búin að heimsækja Udda Blöndal og sumir búin að lenda því að þurfa að spyrja hvað segir kallinn? Hvað segir kallinn? Eins og þið þekki örugglega mjög vel. Þannig að ég veit ekki hvort að þetta í sjálfum sér eykur áhuga ykkar á stjórnmálum yfir höfuð. Ég hef trú á því að þó að þið séu ungmenni, ég er með 2-13 ára stráka heima og þeir eru detta inn í þennan aldur að finna sjálfan sig, verða sjálf mótmæla öllu sem sagt þar fram til götunum, að þetta er hluti af því að vera fullorðinn og ég hef trú á því að sá hópur sem situr hérna, þeir eru eins misleitur hópur þrátt fyrir því sem ungmenni eins og þjóðin yfir höfuð og ég held kannski að maður á margan hátt finni áhugan fyrir stjórnmálum í sjálfum sér og maður farið þá að vinna sjálfur og farið svolítið eftir því áhuga sviði eins og segi með 2 stráka 13 ára annar hlusta bara á heavy metal og þungarokk og algjört bara dauðarokk en hinn bara alltaf með fótbolt á tánum þeir eru gjörsamlega ólíkir og ég held að þið séu það líka ég reikna kannski með því að þið sem eru komin hér í dag þið hafi komið hingað því að þið hafi kannski meiri áhuga á stjórnmálum og forsetakosningunum heldur en margir aðrir af ykkur jafnöldurum. Hvernig ná til ungs fólks, eins og ég segi, ég var hjá Udda Blöndal, ég veit að minnst Ólafur var þar og ætli ekki verið fleiri voru hjá honum hugsaði, Þóra líka, ég veit ekki hvort ég lentu sem er hemmingum eins og ég, það var bara gaman að þið hengu sér. Og þetta virkja þessi lýðræðis þáttöku eins og ég var að segja, þetta fer svolítið eftir ykkar áhuga máli. Ef að þið viljið, þá gerið það. Ef ykkur langar til að standa upp og eftir, langar til að spyrja okkur spurninga, í Guðanabænum, vinnið á þeimninni ef þið eru yfir höfuð feimin og látið vaða. Það skiptir miklu máli. Rosalega góð æfing. Breyta kosningaraldri, það verður að tala um það niður 16 ár. Ég held að það sé nokkuð skynsamt af 18 ára með þessum lögræðisaldri sem að fylgir þar og þá náttúrulega hægt að spyrja beina línu hvort að ég lækka þennan aldur til að kaupa áfenginir í 18 ár. Já, því ekki. En það þýðir ekki að maður getur að fara blinda fyllir í og hafa sem við sem maður vill fyrir það. Þetta er ábyrgðin sem að fylgir alltaf. Þegar maður hefur verið skemmtilegt og í góðum hópi þá fylgir mikil ábyrgð í. Atvinnuleysi unga fólksins, hafa verið að tala um það. Vissulega getur verið atvinnuleysi unga fólksins en eins og búið að benda á, þið eru kannski svo kynslóð sem er miklu betri heldur en mín kynslóð einmitt að hugsa út fyrir þennan ramma og það er náttúrulega tölvutekni sem að gera það. Hún hefur bara gjörbreytt síðustu 10 árum, hún kemur til með gjörbreytt næstu 10 árum. Þannig að þið eru kannski í lykil aðstöðu einmitt til að geta náð okkur í menntun sem að skipti mjög miklu máli hvað framtíðina varðar. Ég var svolítið hugsi, ég átti samtal við unga stúlku hérna í seinustu viku og þá var hún einmitt að lýsa, ég var að spyrja hvað ætlar að gera, í hvað skóla ætlar að fara og þar fram til göttunum og hún sagði sem svo, ég ætla að fara í þennan framhaldsskóla, þetta er besti framhaldsskóli, ég ætla að ná bestu einkunnarnar, ég ætla að halda áfram af því ég vil ekki vera lúser í samfélaginu, segir hún. Það fór svolítið mig. Því að ná að fara í bestu skólan og ná bestu einkunnunum, þú ert ekki lúser þó að gera það ekki. Ég fór einmitt að ræða við hana til dæmis um það. Fólk sem keyrir ruslabílinn okkar. Hvernig líti út ef að væri enginn til að tína ruslið? Það skiptir engu máli hvað þið stefnið þið takkið í lífinu. Ef að þið gerir það með hjartanu og viljið virkilega gera það, þá ekki neitt lúser. Það er mjög mikilvægt.
og ég ætla bara að muna að biðja ykkur það hvað svo sem þið komið til með að gera í lífinu, gera það virkilega með hjartan og gera það sem ykkur langar til, því allt í nú getur verið orðið seint að gera það sem langar til. Takk fyrir.